Gaman að fá þig í þáttinn, Sara. Já, takk fyrir það. Og velkomin. Takk. Hvað mér langaði kannski bara að byrja. Þú ert flutt til Íslands. Já, loksins. Eftir dálítið mörg ár úti. Já, 10 ár. Af hverju ákvaðstu að koma heim núna? Herri, ég var bara komin með nóg. Ég var búin að vera í Bandaríkjunum í 10 ár og síðan alltaf bara ástandið þarna núna. Hann bara gerði það 10 svona verra, sko. Þannig að líka bara saknaði fjölskyldu og vina og svona og fannst bara verið tími til að koma heim. Ástandið þarna, ég er búin að tala um nokkra sem að hafa verið í Bandaríkjunum. Já. Þú varst, hvað er langt síðan þú fórst til Svíþjóðar middeltíðin árum kostinga? Já, í 6 mánuði. Já. Þannig að þú hefur verið í Bandaríkjunum annað í blábyrjun þegar COVID var að byrja? Já, það tók mig mánuð að komast heim. Okay. Alveg bara öll flug kanseluruð og þetta var erfitt. Hvað er það sem er svona skrítið við ástandið þarna? Þetta er bara svo mikið panik í gangi. Þetta er bara, fólk er svo hrætt að því það er búið að hræða svo mikið með öllu sem er í fjölmiðlunum og þetta er bara búið að vera hræðilegt, sko. Og þetta fer bara versnandi. Þannig að það var rosa erfitt að komast heim. Sérðu ekki fyrir að fara til Bandaríkjanna alveg bróðið það? Nei. Ekki? Alls ekki. En hvað var erfitt að komast heim? Lendir þú einhverjum hrakningum í að finna flug eða eitthvað svoleiðis? Það var bara alltaf að vera að kansellega flugum. Það voru ekki nógu margir að fljúga og það var bara alltaf eitthvað, sko. Þannig að því ég þurfti að taka svo margar vélar. Alveg fljúga frá LA til Atlanta til Amsterdam, Stockholm og síðan keyra frá Stockholm í 6 tíma til Malmö. Þannig að það var 28 tíma ferðalag. Ég var bara búin á því. Akkur fórstu til Svíþjóðar í middeltíðinni? Út af því að pabbi býr þar. Okay. Og það var líka ekki alveg allt 100% komið á hreint með hundi minn eða komið til Íslands og svoleiðis og ég vildi bara komast frá Bandaríkjunum bara sem fyrst. Þannig að ég var bara að reyna að flýta mér. Hvernig er stemmingin í Svíþjóð? Bara allt venjulegt. Okay. Bara eins og ekkert hafi gerst og enginn að nota maska, ekkert lockdown, ekki neitt, bara... Það er svolítið búið að vera að tala með þessa sænsku leið og maður svolítið gagnrýnd á tímabili og svona. Myndirðu segja að ástandið þar sé frekar bara, lífið sé bara svona mjög normal eða? Bara mjög normal og mér finnst þetta bara, hvernig þeirra approach, það bara mjög fínt, sko. En auðvitað náttúrulega er alltaf gott að vara ná og svo leiðis og taka öllu svona veikindum og veirum og svo leiðis með fyrirvara og svo leiðis sem maður náttúrulega veit aldrei. En þetta virðist hafa gengið bara mjög vel hjá þeim, sko. So far. Þannig að... Þú ert örgulega með þína, sko. Ég er búin að tala svo mikið COVID í þessu þá. Það er allir konum með feikin og að því, sko. En af hverju, sko, því þú hefur verið svolítið mikið á milli tannan á fólki í gegnum tíðina? Því miður. Því miður, segirðu? Já, þetta er orðið svolítið þreytt. Okay. Er það að því við erum búin að spjalla svolítið saman? Já. Af hverju ákveður að koma í viðtal? Er það að þú ert að koma heim og... Já, það er búið að vera að tala svo rosalega illa um hann í fréttum og á samfélagsmiðlum. Og ég er bara komið með nóg að því. Mér finnst þetta náttúrulega rosalega leiðilegt að fólk sé að segja í sig svona hinsegin þegar það er ekkert satt. Og náttúrulega ég hef aldrei komið fram og sagt svona mína sögu. Þannig að mér fannst bara komið tími til að ég útskýrði bara ýmislegt. Og það að fólk virkilega gerir sig grein fyrir hvernig hlutirnir voru. Af því að þetta er ekkert satt eins og við búið að vera að segja mig, sko. Og þetta er náttúrulega bara, að vera hreinskilin er þetta bara mannskemmandi. Þú veist, þetta náttúrulega tekur á mann. Þú veist, þótt að ég sé nú mjög sterk byggð og þoli ýmislegt að þá er til takmörk. Bara þá þú ert að tala bara svona í gegnum tíðin einhvern veginn svona samblanda af einhverjum fréttaflutningi og slúðri og dóti án þess að þín rödd hafi kannski mikið heyrst. Já, af því ég er bara ekkert, mér finnst svona slúður og allt þetta, mér finnst þetta bara ekkert spes, ég er ekkert svoleiðis. Og ég hef ekkert verið að koma fram og segja neitt svona mína hlið á þessu eða útskýra eitt eða neitt, ég bara ákvað að segja ekki neitt. Og þannig að og síðan náttúrulega fyrir fólk að vera, þú veist, byggja upp sína skoðun, bara þetta er örugglega svona hinsegin og hún er örugglega hræðileg manneskja og eitthvað svoleiðis og síðan náttúrulega, þú veist, ef einn segir eitthvað og fer með einhvern annan og síðan koll á kolli, síðan áður maður veit af sagan bara orðin bara þvílíkt breytt og eitthvað, þú veist, þannig að þetta er bara, þetta er eitthvað voðalega, það er bara án þreytt á þessu. Þú ert komin heim núna og hvað bara áðurum við, að því mér langaði svolítið að fara í mitt bara svona söguna þína, en áðurum fyrir mig það, hvað er þetta að gera núna á Íslandi? Herru, ég er í hjúkrunarfræði
í fjarnámi í HA og að vinna á Sjálfsbjörg í aðhlynningu með skólanum og það bara rosalega skemmtilegt. Vinna alveg með æðislegu fólki og bara rosalega gefandi starf. Og náttúrulega bara að fullu í skólanum og að byrja núna í prófum. Þannig að þetta bara rosa sátt með þetta allt saman og bara mjög hamingjusum. Gaman að vera komin allt til Íslands. Já, fyrir utan veðrið. Ég ætla að segja það, þú ert náttúrulega búin að búa í Flórida, Kaliforníu, þetta eru mjög veðursælir staðir sem þú ert búin að velja. Já, og Texas. Og Texas sem mitt. Allt er voða heitt og svona, þannig að þetta rosalega bara viðbreyting, þetta allt annað. Og ég alveg bara frjós í helina, sko. Já, akkur þú varst að læra lögfræði, akkur hjúkrunarfræði? Herri, ég hef bara alltaf verið mjög mikið fyrir að hjálpa fólki og gera gott í lífinu og þetta bara hefur alltaf verið partur af mér alla mín ævi og reyna alltaf að hjálpa öllum eins og ég get og bókstaflega bara brýta mig baki fyrir aðra, sko, og það bara eitthvað svona sem kemur bara natural, þú veist. Þannig að ég var bara ekki að finna mig í lögfræðinni, ég bara ekki þessi típa, alls ekki, sko. Að þótt þetta sé mjög áhugavert nám og skemmtilegt, þá var ég bara ekki að sjá mig, þú veist, vera lögfræðing og eitthvað svona. Og líka þegar við vorum alltaf með þetta mock trials og svolítið í skólanum, ég var bara geðstressuð. Þú veist, Hvað er það? Mock trials, hvað er það? Það bara svona eins og sérst bara farið, þú veist, fyrir rétt, nema þetta sé svona, þetta er svona settu. Þannig að það nemendurnir eru svona, þú veist, þú veist, maður, eða þú veist, the defendant og síðan, þú veist, hinn aðilinn. Og þetta bara svona, þú veist, þetta sett upp bara, þú veist, eins og þetta væri alvöru, nema þetta eru bara nemendurnir. Og og ég veit ekki, þetta bara stressaði mig ekkert smá og ég var bara, ég veit ekki alveg með þetta, allt saman. Þú veist, síðan ég bara ekkert, þetta bara ekkert ég. Þannig að ég var bara svona, mér finnst gaman að hjálpa fólki og og ég var bara, þú veist, hvað það sem ég get gert sem svona virkilega hjálpa fólki og gera gott í lífinu og ég ákvað bara að fara út í hjúkrunarfræðina. En aðeins það því þú ert búin að búa í mjög mörg ár úti. Já. Allir þetta Bandaríkin og varst í Svíþjóð aðeins þar á undan og svo núna kemur aftur til Svíþjóðar. Já. Hvað er aðeins aðdragandinn að því að þú í raun og veru á einhverjum punkti ferðu fyrst til útlanda hálfpartinn til þess að flýja landið, ekki? Jú. Hver svona, þú veist, hver aðdragandinn að því nú ég held að það tengi kannski marga konur við að fara í einhvers konar ástarsamband þegar þeir eru mjög ungar sem að enda síðan illa. Ef þú segir okkur bara aðeins frá því kannski. Herði, eins og ég segi, ég átti alveg yndislegt líf sem krakki, þú veist, ferðaðist mikið með mömmu minni, hún var flugfreyja 25 ár og hún setti mig í Suzuki-nám, í píanó sem ég spilaði 10 ár og bara átti yndislega æsku. Og síðan því ég var 18 ára gömul, þá heyrði ég og vinkonu mín af manni sem var að opna ljósastofu og við varum bara, okkur fyrir við ekki að sækjum bara vinnu. Og þessi maður var rosalega svona sjarmerandi, góð persónuleiki og bara talaði góðu máli og allt svona og náttúrulega, þú veist, maður er 18 ára gamall og þú veist, hugsa náttúrulega klárlega ekki eins og maður gerir núna. Og síðan bauð hann okkur í partí og við fórum í þetta partí og svoleiðis og þá var maðurinn nýkominn á spítalanum, var nánast dáinn og eitthvað og ég náttúrulega vissi ekkert hennar mann, sko, og hann var greinilega nýlega kominn til landsins og svoleiðis. Þannig að síðan bara áður ég vissi af, þá var þetta bara orðið samband og því að hann varð nánast dóaðna í þessu partíi og ég var hann til að hjálpa og og síðan var þetta bara orðið samband og hann orðin edrú og var edrú alveg í einhver tíma, 6 mánuði og síðan fór allt bara niður við leið og hann fjall. En þú segir þetta byrjaði sambandi hálfpartinn bara á því að þú ert eitthvað svona hjálparaðili eða? Já, þetta var svona meira, þú veist, við vorum að sækja vinnu og á þessum tíma þá, þú veist, varum alveg þetta er svona eitthvað spennandi gæi, eitthvað svona nýlega kom til land sem að vissi ekkert hvað það var og svona ég veit ekki bara hvernig hann var sem manneskja var svona grípandi og virtist vera áhugaverður og
og já, og síðan bara fór þetta bara út í samband, sko, þótt að það var ekkert planið, sko. Þannig að... Og hvað gerir síðan, þú veist, að því að, eins og segja, kannski ég ætla að gera langarsögu stutta, þetta endar síðan með því að þú hálfpartinn flýrði land. Já. Hvað það sem gerist að því að margir, svona, af báðum kynjum, en kannski náttúrulega algengara að kvenmenn fari sambönd sem enda sem einhvers konar svona ofbeldissambönd. Já. Hvernig gerist þetta að því væntanlega gerist eitthvað kannski þegar þú er komin inn í sambandi sem þú hefðir aldrei samþykkt þegar það er nýbyrjað? Já. Er það ekki? Jú, eins og ég segja, þetta náttúrulega, hann var allt annar maður fyrst og sýndi svona sitt rétt andlit, en síðan bara þegar hann féll að þá breyttist allt og hann beitti mig mjög miklu líkamlegu ofbeldi og andlegu og þetta var orðin bara svona vítahringur sem ég komst ekki úr og hann köttaði á öll samskipti við fjölskyldu og vini og mátti ekki hafa síma eða eitt eða neitt. Mátti ekki hafa síma? Nei. Af hverju er það ekki? Hann bara, annarkvort, þegar ég var með síman og eitthvað, þá var hann alltaf brjálaður yfir einhverju. Hann alltaf var í bullandi neyslu og var sjálfur, þú veist, að selja stera og fíkniefni og var handdrukkari og fleira. Þetta var, hann var frekar hættulegur, sem bara orðaði svoleiðis, og var gerðilega mjög stór í undirheimunum sem ég náttúrulega vissi þetta ekkert fyrst, sko. Komst síðan bara aðeins öllu saman. En hann náttúrulega sýndi allt annan mann fyrst og ég náttúrulega, þú veist, held alltaf að ég get bjargað öllum og sé alltaf það besta í fólki og ég held náttúrulega að hann gæti breyst og orðið betri og þetta myndi bara vera allt í góðu og svoleiðis, en svo var það ekki og þetta varð alltaf bara verra og verra því að hann gæti ekki haldist edrú og ofbeldi var alltaf meira og meira og hann eyðilagði svo mikið allt dótið sem ég átti mörgu sinnum og þetta var hræðilegt, sko. Þetta er bókstaflega versti tími lífs míns. Og hvað ertu gömul þarna? Þetta var 18 ára og ég loksins komst á landi 21. En hann var mjög stjórnsamur og bara, þú veist, þetta var hræðilegt, sko. En hvernig að því fyrir einhvern sem ekki þekkir þetta, þá hljómar þetta einhvern veginn svona eins og bara, þú veist, akkur komun sér ekki bara burt miklu fyrr, en það þetta þá einhvern veginn eins og einhverjum punkti sértu komin inn í einhvern vef þar sem að þú ert bara hræddari við að fara í burtu heldur en að vera. Já, það út af því að hann hótaði fjölskyldunum minni. Hann sem sagt hótaði mömmu minni oft með tafnaboltakylfu og pappa mín með exi og þetta var þegar þau voru að reyna að hjálpa mér bara í burtu en hann alltaf vildi það ekki og hann var með stráka sem gerði allt fyrir hann og þú veist, sama hvað það var, sko, og hann alltaf var mjög hættulegur, eða gat verið það og þannig að hann alltaf bara vildi ekki sleppa mér og sagðist alltaf drepa mömmu mína og hundana mína og fleira og ef ég gerði ekki eins og hann sagði og maður náttúrulega, þegar maður í svona ofbeldi sambandi þá maður svo rosalega hræddur og maður bara einhvern veginn fer bara inn í kúluna sína og bara þorir engu að því að þú veist, ef maður gerir eitthvað rangt þá maður bara barinn í spað. Barinn í spað, bara líkamlega? Já. Það bara, maður bara tekin upp á hálsinum og bara hent við vegginn og sér hent á gólf og sparkað í mann og bara alls konar. Þorðir eitthvað að kæra þetta til lögreglu eitthvað svoleiðis eða? Mamma reyndi að hjálpa mér, sko, en hann var með einhvern í löggunni sem þannig hvers skipti sem hún hringdi þá frétti hann af því og þá var allt bara 10 sinnum verra. Eins og hann væri með einhvern innanbúðamann þar? Já. Þannig að sama hvað maður reyndi að hringja í lögguna eða gera eitthvað svoleiðis eða fá einhverja hjálp, það bara... Hvernig þegar maður í svona stöðu að því ég og eina góða vinkonu sem var í hræðilegu ofbeldissambandi, hún lýsti því hvernig þetta gerðist það hægt að þú ert allt í einu, sko, búin að týna sjálfum þér gjörsamlega og farin að einhvern veginn fara að finna slutir eðlilegir sem að manni aldrei fundist eðlilegir upp. Hvernig síðan þegar fólk í kringum þér kannski að reyna að segja þú bara drullar í burtu? Já, fólk skilur þetta ekki. Og skilur ekki að það kannski aðeins meira en að segja? Já, það bara næris ekki, það bara okkur lappar ekki bara burtu. Þú veist, auðvitað náttúrulega hefði ég gert það ef þetta verið það auðvelt. Það bara, maður bara svo rosalega hræddur og sérstaklega þegar farið að hóta fjölskyldunni og mamma náttúrulega bara ein og var með hundana sína og þú veist, og hann náttúrulega valdi henni
svo miklu tjóni upp á 6 milljónir, braut rúður hjá henni, eyðilaði bílinn hennar oft og bara svo mikið sko. Það var alltaf verið að hræða hana bara, þú skalt ekki voga þér að gera hitt og þetta, annars gerist þetta. Og ég var bara svo rosalega hrædd, ég meina hann mitti mér þess að hundana mína og allt sko. Þannig og að búa klippa þá, eða þú veist, eins og þú segir, banna þér að eiga samskipti? Já, þetta sem sagt bara, stjórnin var svo rosaleg af hans hálfu að hann sem sagt, ef ég gerði eitthvað sem hann fílaði ekki, þá bara braut hann síman og bannaði mér að tala við henni, þú veist, og einu samskiptin sem ég gat í endan haft við mömmu var út af því hún setti síma undir ruslatunnuna. Þú veist, þannig þegar hann var sofandi eða eitthvað, þá geti ég farið út og haft samband, þú veist, og þetta náttúrulega rosalega erfitt að gera sig grein fyrir þessu, þetta svo rosalega ekstrím, sko. Einmitt. En þetta, þegar maður svona rosalega ofsahræddur, að þá bara fer maður alveg bara í panikmód og bara frís. Þannig að... Hvernig nærðu síðan að koma þér út? Herru, hann var búinn að vera að djamma í viku eða eitthvað og kom, ég var hjá mömmu minni að því að stundu þegar hann fór út þá sagði hann bara, farið til mömmu minnar og ég ætti bara að vera þar þannig að hann hringdi og sagði mér bara koma. Þú veist, bara, það var alltaf allt þess að henda honum. Og og ég þurfti að fara þarna og ég var alveg grátandi, það var svo hræðilegt, ég vil ekki fara. Og fór síðan þarna og þetta var bara, þú veist, hann var í hræðilegu ástandi og bara ógeðslega vondur og þú veist, öskrandi og bara laði hendur á mig og ég ætti bara að gera svona hins einn og annars myndi eitthvað gerast og síðan var ég að hugsa með mér, ég dey ef ég kemst ekki burtu og ég bara vissi ég myndi ekki lifa þetta af. Þannig að ég talaði við mömmu og ég sagði, ég verð að reyna að komast í burtu, ég ætla að reyna að finna kjarkinn í það að þegar hann er sofandi að komast í burtu og ég var bara svo ógeðslega hrædd að ég bara, þú veist, þetta var svo rosalega erfitt að því ég var náttúrulega hrædd fjölskyldunum mína. Og þannig að það tók mig alveg 3 daga að finna rétta tækifæri til þess að bara laumast í burtu þegar hann var sofandi og mamma var alveg bíðandi mér í bílnum alveg í 3 daga, sko. Þangað til loksins hún... Bíðandi fyrir utan í bílnum í 3 daga? Já, þú veist, hún var þarna mest megnið og síðan alltaf rétt svo fór hún heim eitthvað til að sofa og kom síðan, þú veist, en þetta var allt 3 dagar sem við vorum að reyna að koma mér út. Og síðan loksins komst ég út og ég náttúrulega bara, þú veist, læddist út og ég var náttúrulega alveg bara í svo vondu ástandi, ég var titrandi og skjálfandi og ég var búin að missa svo mikið af hárinu því það var alltaf verið að rífa mig, draga mig á hárinu og var bara, þú veist, alveg bara brotin, sko. Þetta bara, það var ekkert eftir. Og náttúrulega alltaf bláa marinn alls staðar og svoleiðis. Þannig að hún keyrði mig beint upp á spítala og það var ég fór inn á spítalan til þess að vera yfir nóttina en ég var ekki skráð inn á spítalan svo hann geti ekki fundið mig. Ég vissi ég get ekki farið heim til mömmu því að hann myndi senda einhver þangað til að sækja mig. Og ég var þar og þau tjekkuðu öllu, allt var í lagi, gáðu mér róandi og allt þetta og síðan morguninn fór ég bara beinustu leið og þurfti að fá lögreglu aðstóð upp á flugvöll og alveg bara inn í vél og allt bara til að vera viss að hann myndi ekki reyna að stoppa. Fyrstu lögreglu aðstóð inn í flugvélina? Já, alla leið frá spítalanum og alveg upp í vél, sko. Vá. Já. Þannig að hann var náttúrulega með connections allstaðar og bara, hann var stór hættulegur. Er það ekki, ekki bara auðveldast að nota enska orðið paranoid? Þú lítur að vera orðin rosalega paranoid. Jú, það var rosalega paranoid, sko. Þetta var bara hræðilegt, sko. Hvernig síðan, og þú kemur úr land og þá ferðið til Svíþjóðar? Já, og fer til, að því að pabbi og stjúpamma mín og 2 systkini byggu þar og byggu þar alveg í 12 ár. Og byrjaði þá bara ætlaði bara virkilega taka til í mínu lífi og bara reyna þú veist, bara fá líf mitt aftur og ég byrjaði að æfa á fullu með pappa og fór í vinnu og ákvað að klára stúdentsprófið og bara í fjarnámi og síðan að því að þau voru að fara að flytja heim þau hugsaði með mér, ég get ekki farið til Íslands þú veist, ég á bara eftir að vera drepin
að því vissi alveg að hann væri að bíða Ég ætla að spyrja það, hvernig síðan þegar þú flýr land, þá er þetta væntanlega ekki samt alveg búið eða þú veist? Nei, hann reyndi allt til þess að hafa samband og ég, þú veist, blokkaði hann allstar og lokaði öllu, bjóð til allt nýtt og en einhvern veginn fann hann út símanúmerið, heimasímanúmerið hjá þeim og reyndi að hringja og eitthvað og maður alltaf bara, þau voru bara, hún er ekki að fara að tala við þig, þú veist, láttu hann í friði. En leiðir eins og þú ert komin í annar land, leiðir eins og þú værir örugg þar eða varstu ennþá þar að hugsa bara getur verið að hann bara banki upp á hérna morgun? Eða? Nei, ég vissi alveg að ég væri mikið öruggari þar af því að hann bjó einu sinni í Svíþjóð og hann fór sjálfur frá Svíþjóð til Íslands aftur af því hann var wanted, þú veist, Já, í Svíþjóð. Já, þannig að hann komst ekki inn til Svíþjóð. Ég skilji. Þannig að það var svona, þú veist, en það var samt mjög óþægilegt. En hvernig að púsla sér saman eftir svona, þú veist, væntanlega tekur að langan tíma? Já, það var mjög erfitt og bara tók á og maður var bara, þú veist, lengi að jafna sig, sko. Þannig að þetta var, maður þurfti þvílíkt bara að, þú veist, leita bara sálinni sinni aftur, sko, því það bara, hún týndist bara á öllu þessu dóti, sko. Þannig að þetta er bara rosalegt, sko. En þú segir að því eitt sem langað til að ræða við, þú náðir talsveit langt í fitnessinu. Já. Og þarna byrjarðu, þegar þú ert komin til Svíþjóð, þarna byrjar að æfa og svona. Ég byrjaði þannig séð bara að æfa svona fyrsta skipti þar, sko. Að því ég mátti ekki fara í ræktina á Íslandi, sko. Nema ég var með, manninu sem ég var með. Þetta er bara, eins og maður segir, it's all about control, þú veist. Og já, þannig ég bara mátti aldrei fara í ræktina nema ég var með honum og síðan alltaf leið manni bara svo illa að maður hafði þannig séð engan áhuga að fara í ræktina því maður var bara, þú veist, búin á því, sko, og líkama og sál, sko. Þannig að já, ég byrjaði að fulla að æfa út í Svíþjóð og það var náttúrulega bara alveg æðislegt. Manni leiði svo vel, ég fór alltaf út að hlaupa á mótnana og var að borða holt og þetta bara, það var alveg æðislegt, sko, þvílík tilbreyting, sko. En hvernig það einmitt með, ég rætti talsveit mikið við þegar ég fekk Margréti Gnarr hérna viðtal. Já. Því hún er náttúrulega búin að ná í raun og veru lengra í vitnesi heldur en bara allir aðrir Íslendingar, held ég. Já. Hún talaði svolítið einmitt þetta að þú svona vissuleit þetta náttúrulega heilbrigt upp að vissu marki kannski. Já. Síðan getur þetta mjög auðveld að orðið að eitthvað öðru. Hvernig var það hjá þér? Herðu, eins og ég segi, þetta er rosa gaman að prófa þetta og upplifa þetta og svo leiðis, en þetta er ekki eitthvað sem ég myndi fara út í að gera professional, sko. Því þetta er náttúrulega tekur rosalega á líkamann og þetta er svona, overall er þetta ekki holdt sport. Nei. Hvað er það sem tekur svona mikið á líkamann? Þetta er náttúrulega, sérstaklega þegar maður er að gera sér þetta fyrir svona keppnir og svo leiðis, þá þarf maður að, þú veist, missa allt vatn og maður er að kötta svo rosalega niður og þetta er náttúrulega bara ekki heilbrigt sport, skilur. Þannig þótt að maður sé að borða holt og svo leiðis, það ertu rosalega íta líkamann alveg út í max til þess að líta út, þú veist, bara perfect, skilur. Og og eins og segja, þetta tekur náttúrulega rosalega á líkamann og maður sér náttúrulega þegar maður missir svona mikla fituprósentu, eða komin í svona lága fituprósentu, að þú veist, þetta konur missa öll brjóstin ef það eru ekki með, þú veist, sílikon eða eitthvað svoleiðis og síðan er, þú veist, húðin að fara svona fram og tilbaka, þú veist, að því maður svona fluctuate svolítið svona með þetta allt saman, sko, og síðan náttúrulega, og þess að vastöflur eru náttúrulega alls ekki, diuretics er náttúrulega alls ekki gott. Nei, hvaða töflur er það? Það er sérst bara svona sem til þess að flössa út öllu vatninu, svona rétt fyrir áður maður fyrir á svið og þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er bara svona mjög sterkar vastöflur og þetta er ekki, þú veist, þetta er náttúrulega hættulegt að því að, þú veist, að fólk hefur alveg dáið að því að vera með ólítið vatn í líkamannum og bara, þetta gerist meira segin svona í Tampa, það var einhver eldri maður sem var að keppa og hann bara fannst látin að þá var bara, hann var bara of dehydrated, þannig að Er það út af fitness með einhverju leiti sem þú flyttir síðan til Bandaríkjanna eða var það bara út af námi eða? Herðu, eins og ég segi, ég sá bara að ég komst ekki til Íslands af því að út af þessu manni og þannig að ég hugsaði með mig hvað get ég gert af því að pappa og þau voru að flytja heim. Þannig að ég hugsaði bara með mér, herðu, okkur flytti ég ekki bara til Bandaríkjanna og fyrir nám, það er alltaf langað að búa þar. Þannig að ég og mamma hugsaðum bara, herðu, ok, bara let's do it. Þannig að við fluttum til Orlando, Florida og ég fór í skóla. Já.
og og fór bara í skóla og svo leiðis og það var bara alveg æðislegt. Tók alla mína 4 hunda með, ég átti 4 chihuahua. Ok, 4 chihuahua? Já, ég var bara einn eftir núna, litla gamla mín, en hinn eru fallinir frá. En já, ég fór með öll loðnubörni mín og mömmu og við ákveðum bara að kýla á þetta og þetta var alveg æðislegt, sko. Og þá var ég alveg svona, þú veist, núna ég safe, alveg, sko. Þannig að Varstu þá, leiðir þá eins og þú væri svona búin að komast yfir það versta? Já, þetta var bara svona nýtt upphaf, eins og maður segir. Og þú veist, og ég var svona æðislegt, bara enginn þekki mig og það fínt, þú veist, og get bara kynnst nýju fólki og bara fara að gera hlutir sem ég vil gera, loksins, og hugsaði mig og svona, þannig að ég náttúrulega byrjaði í skólanum og náttúrulega var búin að vera að æfa, en ég sagði svona sjálf mig, mér langar að gera eitthvað og svona testa sjálfa mig og sjá svona hvað get ég gert, svona til að sanna fyrir sjálfur mér, svona, þú veist, bara svona, já, þannig að en ég ákvað að fara út í það að keppa. Í fitness? Í fitness, já, reyndar í figure, það flokkurinn í þessu öllu saman. Og fékk mig þjálfara og fór að æfa á fullu og svo leiðis. Og var alveg að keppa í 3 ár og var náttúrulega að gera þetta bara með skóla og bara þetta var rosalega skemmtilegt, kynntist svo mikið af fólki og bara þetta var alveg æðislegt og ég var alveg í Flórida alveg í 5 ár. Fórstu kepptir á Arnold Classic? Já. Er það ekki, margir að tala um það alveg svolítið erfitt að fá þáttökur eftir, ekki? Jú, þú þarft alveg að biðja leyfi á Íslandi og eitthvað svona, þannig, og það er ekki hver sem úti sem getur komist þangað heldur, sko, þannig að það var alveg rosa skemmtileg upplifun og en maður sá svolítið þegar maður var að keppa þarna að þú veist, maður lagði alla þessa vinnu í því bókstaflega að vera á sviði í 3 mínútur. Fekstu strax þá tilfinningu? Já, þetta bara, maður fór á svið og það bara snúa þennan og sem bara af sviði og maður bara, that's it, þú veist, þessi vinna. Þetta er einmitt það sem margir sem, sko, þeir sem skilja ekki fólk sem fer út í svona, þeir hugsa með þetta, hugsa bara, er það að gera allt þetta fyrir þetta? Já. En þetta var meira svona bara til að sanna fyrir sjálfur mér og bara upplifunin og bara, þú veist, þetta var samt, ég sé ekkert eftir þessu, sko, en ég er ekkert að fara að keppa aftur, sko. Á hvaða punkti verður, sko, eins og Margrétur að tala um, á ákveðnum punkti er komin á ákveði level, þá fyrir fólk að taka alls konar dót og, þú veist, er það ekki, ég meina, þeir eru, mér finnst það einhvern veginn svo normal þegar líf þitt fyrir að snúast um eitthvað og þú eyðir svona miklum tími í þetta, svona mikilli orki í þetta, þá er einhvern veginn svona alveg lógist að þú gangir einu skrefi lengra og gerir allt sem til þarf, er það ekki? Jú, þetta er eins og ef maður ætlar að vinna, þá þarf maður að taka auka dót, þú veist, stera og svoleiðis. Og því miður, þá er það svoleiðis. Það er mikið það. Það er bara normið að núti, sko. Það er bara, þú veist, ef þú ætlar að vera í toppsætunum, þá þarftu að taka einhvers konar stera eða eitthvað, sko. Og þá er ég ekkert að tala um endilega að fara að sprauta í rassin og eitthvað svoleiðis. Þú getur tekið líka bara töflur og í lágum skömmtum eins og ég gerði, sko. Þannig að því það er líka svolítið svona, þetta er svo, sko, ég horfa oft á, alls konar viðtöl úti, sérstaklega í Bandaríkjunum, og það er einhvern veginn svo umræðan til dæmis stera og svoleiðis er miklu lengra komin en hér. Já. Þetta er rosalegt feimnismál hér. Og þá er einhvern veginn tala bara um svona, hann eða hún er að taka stera eða ekki stera, en það er aldrei náðfangað að sé kannski vera að ræði, það er alveg munur á því hvort þú ert að taka lítinn skammt eða stóran skammt og hvort þú ert að taka stera og insúlín og þetta og þetta og þetta. Er það ekki eitthvað svona sem einmitt vantar svolítið kannski inn í umræðina hér? Jú, ég held að fólk bara veit ekki betur. Það bara hefur ekki lesið nóg mikið til um þetta eða verið í kringum þetta eða eitt eða neitt svoleiðis, sko. Það sem ég kannski segja, því ég teka fram að maður er ekki eitthvað að fara að lofsama það að fólk sé að taka einhver efni, en að því það eru til einstaklingar sem gerir þetta í takmarkaðan tíma í réttum skömmtum og virðast einhvern veginn bara, þú veist, síðan bara verið í mjög góðu standi þegar þeir eru hættir í sportinu, sko. Já, eins og ég segi, þú veist, eins og ég gerði þetta var bara
allt, ég var með þjálfara og þjálfarinn sagði hversu mikið maður þurfti að taka og allt það og það var alltaf í mjög stuttan tíma, rétt fyrir keppnir til þess að, þú veist, gera mann, þú veist, aðeins meira svona shredded eða gera mann svona meira svona harðara look og þetta var náttúrulega bara til þess að koma mann í toppsætin og til þess að svona hraða á hlutunum en þú veist, það er náttúrulega til takmörk fyrir öllu og þú veist, ég held að þekki fullt af fólki sem hefur aldrei keppt eitt en eitt svoleiðis og er bara á sagt, TRT sem er testosterone replacement therapy og það fær það allt bara frá lækni sko, skrifað og þetta er oft allt fólk sem er bara með lág level og til dæmis eins og vinkona mín, hún er keypti með mér úti og hún er 50 ára og hennar level er, hún er með þess að hjúkrunarfræðingur og hennar level er bara of lág og hún fær sérst svona testosterone krem sem hún þarf að bera á sig til þess að hafa levelin, þú veist, eins og það eiga að vera og og hún er bara, þú veist, mjög fín og svolítið að því að ef levelin er ekki í lagi og er of lág þá er maður með enga orku, mann líður ekki vel og þú veist, og þetta getur sérstaklega með kallmenn og svolítið getur haft áhrif á hjarta til lengdar þannig að Hvað með allt hitt ótið í þessu? Svona eins og breymitt, eins og vasslosandi, HGH, insulín, maður hefur heyrt á því að það sé verið að nota rosalega mikið efnum í þessu. Já, ég held að fara nú bara eftir með svona hverjum og einum, sko, sumir náttúrulega bara ofnota allt og taka mikið og svoleiðis, sko. En maður þarf náttúrulega bara að vita hvað maður er að gera og auðvitað náttúrulega ef maður ætlar að fara út í eitthvað svoleiðis þá þarf maður að tala við einhvern sem er professional og veit, þú veist, eitthvað þetta. Maður aldrei bara að taka eitthvað bara, ég vil langar að vera stóri eða svona eða eitthvað, þá ætla ég bara að taka þetta og fá þetta bara einhvers út í bæ, skilur það náttúrulega maður gerir það ekki, sko. Þú heyrt mikið að sögum af því að fólk sé að taka bara eitthvað, það er sem bara eitthvað heimatilbúið dót og... Já, þetta er alveg sögurnar sem ég hef heyrt og þú veist, alls konar sem fólk hefur sagt manni og maður er bara, hvað er þetta að pæla? Er ekki lægi eða? Þú veist... og það náttúrulega passa sig sko. Hvernig var þetta á þér að þú veist að fannst þú á einhverjum tímapunkt að þú væri farin að ganga og nærri líkamannum á þér? Ég var bara orðin þreytt þarna bara í endan sko. Þetta er náttúrulega, eins og ég segi, þetta tekur rosalega á líkamann og er óhollt fyrir líkamann, sérstaklega til lengdar. Var að keppa í 3 ár og var að taka þátt í nokkrum keppnum á ári og þetta er bara rosalega draining alveg, þú veist, og sérstaklega bara, þú veist, á líkamann og svoleiðis. Þannig að ég svona, ég veit, ég sagði bara svona stopp og ætla bara að taka, ég tók reynda bara pásu, þú veist, þá. En síðan, þú veist, núna get ég ekki hugsað mér að keppa aftur, sko, eða taka eitt eða neitt svona, eða neitt, þú veist, ég bara alls ekki, sko. Síðan er það þegar þú kynnist öðru manni sem að, þú veist, það er náttúrulega það sem að svona, þá varstu fyrst kannski svona fyrir alvöru umtöluð. Já. Ertu þá ennþá í Flórida? Já, ég var sérst þá á Flórida og var sérst búin að vera, þú veist, bara í skólanum og keppa á svoleiðis og það byrjaði sérst, við byrjuðum að tala saman að 2012 og síðan, þú veist, var ég bara að halda fram að keppa og í skóla og síðan byrjuðum við aftur að tala saman 2015. Svona af alvöru og fórum eitthvað að spjalla í síman og svo leiðis bara alltaf og hann var þá ekki í sambandi þá og Þú ert að tala um Rich Piana? Já. Og vorum að spjalla fyllt þá og svo leiðis og ég hugsaði með mig, já, ok, hann bara var fýtt gæi og svo leiðis og við ætlum bara svona að sjá hvort þetta gæti orðið eitthvað alvöru samband. Þannig að og auðvitað þurfti ég að spyrja hann svona, ertu nokkuð búin að vera með eitthvað vandamál og fíknefna vandamál eða pillu vandamál eitthvað svolítið, ég þurfti alveg sko að undirstrika það sko. Út af því fyrra sambandi? Já, ég var ekki tilbúin í eitthvað annars svolítið sko. En hvað með útlitið á manninu? Ég meina hann er svona frekar augljóst og hann hafi verið að taka allavega eitthvað meira en bara borða skýr. Já, hann alltaf var svolítið too much sko. Þetta sem fólki fannst hann bara eins og okkur tröll sko. Já, þetta var svolítið ekstrím sko. Ég verði að vera hreinskilin. En ég held að var svona meira svona bara overall hann sem persóna og bara, þú veist, hann náttúrulega einhvern veginn náði að grípa alla svo rosalega bara því að hann var mjög skemmtilega persóna líka. Svona karismatik eða svoleiðis? Já, og var bara svona hreinskilinn og var öðruvísi og vildi svona standa út og svona og
og og mér fannst hann vera með rosa töff look þótt mér fannst hann vera svolítið stór svona aðeins og En maður sér svolítið, þú veist, ég hef vísa ekki verið kannski, ég veit ekki hvernig það er í Flórida en þegar ég var í LA þú ferði í Gold's Gym og svona það sér svona bara einhvern veginn stærstu gæjarnir niður í sko laugum og einhvers stað, það er bara á hverjum tímapunkti 15 gæjar sem eru stærri en þeir inn í Gold's Gym sko. Já, það er bara svona það fara líka allir þangað bara til að sýna sig sko. Í Gold's Gym Venice gamla Venice, gamla gymmiðan Schwarzenegger já, þannig en jú, þannig ég við byrjum að tala saman og ég, þú veist og þetta virtist allt vera fínt og svona, þannig við ákveðum að hittast þegar hann var á svona appearance í Texas og hann sagði, ég bara kaupi með fyrir þig og þú flýgur bara og við hittumst og sjáum bara Hvað kallar appearance? Er það út af fyrirtækinu? Já, hann hún var borgað fyrir að mæta á svona alls konar svona hvað heitir þetta? Viðburði, já. Þú ert alltaf búin að búa svo lengi úti. Ég er búin að búa svo lengi úti. Ég er ekki bara að tala íslenska, sko. Stundum ég alveg bara bítu. En já, og þannig að þú veist, fólk borgaði hann til þess að mæta og svona og þetta var eitt af því. Og hann sagði, komdu bara og við sjáum bara hvernig allt fer og svona. Þannig að við bara náðum svona rosalega vel saman og við virtum bara að smetla svona bara alveg perfekt saman. Þannig að hann var bara, okkur kemur ekki bara með mig núna til LA og sér bara svona hvernig líf mitt er þar og svona og ég sagði, jú, æðislegt, gerum það og var þar í einhver tíma og flaug síðan bara aftur til Flórida og fór hann sín aftur í heimsókn svoleiðis og þá okkur ræddi hann við mig og sagði, ég vil bara að þú flytji bara hingað og ég alveg bara, já, ég náttúrulega, þú veist, í skóla og svona, og hann bara, já, viltu ekki bara, þú veist, koma hingað og flytja hingað og við finnum út úr þessu saman. Var lífið hans, þegar þú svona fór svona smá innsýn inn í lífið hans í LA, þannig að væntanlega, svona úr því sem maður sá utanfrá, nóga peningum og það verið flottur lífstíl, eða ekki? Jú, þetta virtist vera rosa spennandi og náttúrulega því að hann var mjög þekktur og þetta var svona, og líka bara, þú veist, hver vil ekki búi í LA, þú veist þetta er svona eins og maður sér í bíómyndunum þetta er svona unreal og og þetta var alltaf gangað svo rosalega vel í byrjun og þannig ég var bara svona, jú, er það alveg æðislegt að flytja þangað og og síðan alltaf bara eins og náðum við svo rosalega vel saman þannig ég var bara, þetta er bara perfect þannig að en síðan alltaf sagði ég við hann, þú veist, ég náttúrulega var á stúdentvísa og ég þurfti að vera á einhvers konar vísa, náttúrulega var búin að vera alveg í 5 ár og hann alveg bara, já, en þú veist, ég þarf helst að hafa þetta með mér alltaf og ég þarf hjálp með fyrirtækið og þetta er svona, ég veit ekki alveg hvort það sé að fara að ganga, þú sett eitthvað að fara að vera í skóla og eitthvað, af því mér langa að halda áfram með lögfræðina á þeim tíma og hann bara, já, sko, það er nú eiginlega ekki að ganga, sko, þú þarft eiginlega bara að vera hér og ég þarf að hafa þig mér við hlið bara 24/7. Þegar þú segir hann hafi verið þekktur, því hann var ekki að keppa, var hann þekktur út af fyrirtækinu sínu? Sko, hann keppti þegar hann var yngri og síðan varð hann þekktur út af, náttúrulega byrjaði með fyrirtækið, en fóð síðan út í þetta YouTube dæmi. Já, hann var svona YouTube-stjarna. Já, og var alltaf með sín vídeo, hann var alltaf rosa hreinskilinn og honum var alveg sama hvað fólki fannst. Og fólk svona annarkvort elskaði hann eða hataði hann. Ég man að það var rosalega, það var mikið áhorf á YouTube-brásin hans og... Já, það var mjög mikið að fólki að fylgjast með. Þannig að jú, þannig að ég hugsaði með mér, já, ég veit ekki alveg hvernig við ætlum að fara þessu, þú veist, ég þarf náttúrulega að finna, þú veist, ég segi mér langar náttúrulega að fara í skóla, sko. Hann var bara, við náttúrulega, þú veist, sko, hann var alveg komið 10 skrefum undan mér, sko, hann var, já, við náttúrulega elskum hvort annað og við ætlum að vera saman bara og þetta náttúrulega gengur rosa vel, þannig að ef ekki bara gift okkur. Og ég var bara, gift okkur? Ég segi bara strax. Ég var bara, er það ekki aðeins svo mikið? Hann alveg bara, nei, ég er bara, ef ekki bara láta verða af þessu og gerum þetta bara Olympía í Vegas og látum svona fyrirtækið benefita líka frá þessu. Olympía sem er þá stærsta vaxtaréttamótið? Já, og það er alltaf einu svona ári og og ég var alveg bara, já, og hann bara, jú, er það ekki bara geggjuð hugmynd og við bara gerum vídeo og YouTube Hljómar eins og það hafi ekki alveg verið samferð. Ég var alveg bara,
þetta var náttúrulega allt og fljótt, sko, allt saman. Og hann bara, jú, við bara gerum svona stóran event og bara bjóðum öllum og ég var bara, jaha. Og ég síðan var ég bara, já, ok, jú, heyrðu, ok, gerum það bara. En ég var samt alveg svona, heyrðu, þetta, sko, ég veit ekki alveg með þetta allt saman, sko. Af því ég vildi náttúrulega bara halda áfram í skóla. En hvað, ertu svona meðvirkað? Guð, þetta var hann ekki. En ég veit ekki, ég svona bara, I went with the flow. Ég bara svona, jú, ok. Þannig að já, þannig að við náttúrulega létum bara verða af því. Giftum okkur endar í, sko, lok ágúst, fórum til Vegas og giftum okkur og síðan vorum við með giftingarathöfnina í 17. september þegar Olympía var. Þannig að við vorum alveg búin að gifta okkur, sko, áður við fórum okkar. Og þetta var bara svona for show, þú veist. Og það náttúrulega var allt for show með hann, sko. Þetta var náttúrulega bara heilt leikrit, hans líf, bókstaflega, sko. Þú veist, það sem fólk sá á YouTube var ekkert alveg eins og allt var, sko. Nei. Þú veist, það var allt öðruvísi. Það náttúrulega er ákveðin hópur, sérstaklega kannski í Bandaríkjunum, en líka bara út allan heim eftir að samfélagsmiðlar og internetið varð svona, sem einmitt að halda úti svona leikriti bara því að það er að þjána svo mikið pening á því, sko. Já, þetta var, eins og segja, hann var bara með þetta persona sem hann var að leika og síðan var hann allt öðruvísi heima bara. Að hvað leitið þá? Bara þetta, þú veist, hvernig hann leit út og bara svona þetta, hvernig hann talaði alltaf á vídeónu sínum og svoleiðis og síðan alltaf bara var hann allt öðruvísi heima, sko. Hvernig var hann þá heima? Bara, þú veist, ef hann var ekki eitthvað að tuða, þá var hann bara algjör bánsi og okkar bara gett væmingæi og okkar, þú veist, þannig að, en svona út á við, svona á YouTube og svoleiðis, þá var hann svona, reyna að vera eitthvað svona badass og svona, því líka svona, töffari. Já, eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að þetta, eins og segja, þetta var bara svona svolítið persóna sem hann var að leika, sko, sem hann var að selja og græða á. Hvernig var þetta líf? Því að það komið stundum fréttir að þessu hérna á Íslandi og væntanlega svona síðan alltaf hópur. Hvernig var þetta líf, þú veist, bara að vera inn í því? Þetta var flotti bílar og þetta var allt öðruvísi en fólk heldur. Okay. Þetta var þetta var alveg æðislegt og svoleiðis í byrjun en síðan náttúrulega bara það sem það kom, þú veist, hann náttúrulega var, sko, hann sagði við mig að það voru engin vandamál með eitt eða neitt. En síðan það sem hann var bara svona, þú veist, bein á bein í hnjánum og þetta var vandamál hjá honum og þannig að hann var alltaf með sársauka og þannig að hann var að taka eina verkjatöflu af og til og svona til að geta staðið í lappirnar lengi og og síðan var það bara verra og verra allt saman og hann náttúrulega skapið hans og svona varð bara, þú veist, það var bara ekki gott, sko. Þannig að hann breyttist rosalega, því miður. Og meðan þú varst með hann? Já. Og þannig að þetta svona... Bein í bein, var hann svona verkjaður, eða? Já, þetta er eins og maður segir, hann var með no cartilage, þú veist, þannig að milli. Þannig að það var bara svona bein í bein og nuttaði svona saman. Þannig að þetta vandamál sem pappans var líka með, þú veist, hann var búinn að reyna að fara og fá svona stem cells og svoleiðis, en það bara var ekki að virka. Stem cells, stoppfrumu, mér finnst það, ég var aðeins verið að skoða það. Fólk að gera það yfirleitt í Mexíkó, það ekki? Er það líka verið að gera það í Bandaríkjunum? Já, það er líka verið að gera það í Bandaríkjunum. Þá er tekin, þá eru teknar stoppfrumur úr þér og þeim er síðan sprautað í því annars staðar, ekki? Já. Og það á einhvern veginn að yngja þig og hjálpa líkamannum að laga sig og svo. Já, nákvæmlega. Og það í hans tilfelli þá bara var það ekki að virka. Það virkaði í smá stund og síðan bara kom verkurinn aftur og þetta virtist bara vera komið á byrjunarreit. Þannig að þetta var rosalegt vandamál hjá honum og þú veist, náttúrulega Greyið var í rosalega miklu sársauka og svoleiðis. Þannig að en fyrst náttúrulega þetta fóð síðan bara úr böndunum með verkjalyfin eins og að gera með marga, því miður. Og fólk verður mjög fljótt háð þessu. Já. Sérstaklega er komin í þessi morfínskyldu lyf og svona. Já, alveg bara hræðilegt, sko. Þannig að líka fullt af fólki bara eftir aðgerðir og svoleiðis sem fer bara, þú veist, er að taka við verkjunum og svoleiðis eftir aðgerðir og síðan bara áður við vita af þá eru bara búin að taka þetta allt og lengi og síðan bara faraði bara í frákvörf þegar þau hægt að taka þetta og þetta verður bara svona, þú
þú veist, bara never ending, bara svona cycle, sko, því miður. Hvað þú sagði mér að það gerðist eitthvað, er það ekki rétt munið á mér á meðan þið voruð í Vegas? Vittu nú við. Sem að var reynda að brjótast inn hjá. Já. Er það ekki á meðan þið voruð í að gifta ykkur í Vegas? Eða? Jú, það var sem sagt, vinkonum mín, sonur hennar kom til okkar til að passa hundana og þegar við vorum bókstaflega bara í athöfninu bara að gifta okkur, það var brotist inn og það voru menn sem komu inn og þeir teipuðu á honum hendurnar og teipuðu fyrir munnin og allt og á stráknum sem var að passa hundan okkar og og greiði strákurinn bara úlingur alveg áfallið, þú veist, og þeir voru að inni að bara stela og taka fullt af verðmætum og fóru sér sérst upp til að taka stóra peningaskápin sem vorum uppi og hann var nú örgulega tonni eða eitthvað, hann var sko mjög stór og þungur og þeir reynda að koma niður og það var sko allir veggir og allt bara ónýtt eftir að hafa reynda að koma þessu stóra peningaskáp niður og þeir einhvern veginn náðu að fara. Brölta með það niður heila hæð? Já. Og þetta var bara rosalegt sko og þetta tók allt saman bara, þú veist, ég veit ekki hvað marg 8-9 tíma eða meira sko. Fenguð það að vita því eftir á að verðum með öryggismyndavélar eða hvernig vitið þetta tók svona langa tíma? Við vorum með öryggismyndavélar og þetta tók rosalanga tíma og líka bara strákurinn sagði við okkur hvað hann var, þú veist, þurfti að vera þarna lengi og svoleiðis en greið strákurinn alltaf var traumatized. Þetta hljómar eins og einhver sena á Breaking Bad eða eitthvað. Þetta var rosalegt sko. Og en strákurinn náði að loka hundan inni okkar sem betur fer sko. Vissuðu eitthvað hvaða menn þetta voru það? Eftir á, já, það var þetta einn af mönnunum sem var einu sinni sponsoraður af honum og þeir voru búin að vera í einhverju svona, voru ósattir út í hvort annan og svoleiðis og þessi maður er stórhættulegur og var, þú veist, tengdur mexikansku mafíunni og eitthvað svoleiðis og var í fangelsi og eitthvað. Þetta svona gæði sem ágætt að vera neitt að vera á móti, sko. En þannig að hann, Ritz hefur greinilega eitthvað móðgað hann og verið leiðilegur af því hann var svolítið svona, bara sagði það svona fyndið og var svona, gatstundum verið svolítið svona too much með hlutuna, sko. Þú veist, hann hefði þurft að vera svona aðeins meira come on nice, sko. Þannig að þessi maður fékk einhverja svona gæja sem voru einhverja Mexikana til að brjótast inn fyrir sig og því þessi stráku var að kaupa af honum stera alltaf, einu sinni viku af Ritz, já, þannig að hann hefði þekkt íbúðun og vita alveg, hann var hjá okkur vikulega sko. Hann vissi alveg hvar peningaskapurinn var, hann vissi alveg hvar allt var geimt og allt svoleið sko. Þannig að þeir vissi alveg hvað það voru að gera sko. Og hvernig er þetta? Og fáið þið síðan bara fréttir af því þegar þeir eru í Vegas að þetta sé búið að gerast? Já, þessi strákurinn náði að skríða út til nágrannans og bara biðja hann að hringja á bara 911 og síðan alltaf bara kom löggan og allt svoleiðis og við fengum að vita þetta og ég fekk náttúrulega vægt taugafall sko. Ég ætla að segja, hvernig er fyrir þig hafandi þessa fortíð á Íslandi að vera alltaf í hennu aftur komin í þá stöðu að það er eitthvað að brjótast inn til þín og þeir eru tengdir einhverjum undirheimahópum og það? Ég bara, oh my god, here we go again sko. Þetta var bara hræðilegt sko. Þannig að og ég náttúrulega hafði rosalega áhyggjur og síðan náttúrulega komum við bara tilbaka og við fengum fólk sem var í LA til að fara, það var einn vinur hans Ritz sem var í löggunni, hann var einu sinni detektiv en var hættur, þannig að fengum hann til að fara þarna og vera vissum allt var í lagi og svoleiðis og síðan komum við í bæinn og þetta var allt í rúst og þú veist, veggirnir voru bara farnir nánast í stiganni þegar voru að reyna að taka skápinn og taka svo mikið af verðmætum og alls konar. Náðu þeir að koma peningaskápnum út? Þeir náðu að koma honum út en þeir náðu ekki að opna hann. Þeir reyndu þanglega þeir gáðust bara upp. Þannig að Hvað var það annað sem þau voru að ná í íbúðinu? Bara einhvers konar verðmæti? Já, alls konar verðmæti og síðan aðalatriði var náttúrulega að fara að taka styrana, sko. Já, þegar þú sagðir á hann að hann hefði verið að kaupa styr á honum. Já, gerði það vikulega, sko. Var hann þá, Ritz, var hann þá að selja styr eða framleiða styr eða hvernig? Hann var með vin sinn sem bjóð til styrana og kom alltaf með þá og hann keypti styra af þessum strák mánaðarlega fyrir 30 milljónir
íslenska króna. Þannig að hann keypti mjög mikið. Fyrir 30 milljónir á mánuði? Já. Og seldi þetta allt saman. Því hann alltaf var búinn að gera þetta svo rosalega lengi, sko. En hvernig það þá, ef hann að kaupa stera fyrir 30 milljónir á mánuði, þá hljóta þeir að hafa tekið eitthvað smá pláss í íbúðinni? Þetta var út allt, sko. Hvað, bara kassar? Já, kassar út allt. Maður gæti ekki þverfóta fyrir þessu helviti, sko. Það gæti ekki þverfóta fyrir þessu helviti? Já, þetta var bara, þetta var út allt, sko. Þetta var bara aðeins svo mikið af hennu góða, sko. Hvernig það, bara kassar af bara ambúlum eða? Þetta, bara af alls konar sterum, sko, bara you name it, sko. Þannig að þetta var bara, og allt náttúrulega flokka niður og svo leiðis og þetta var bara í kassum út allt og Hvernig var það síðan að selja þetta? Ég meina, var fólk að koma heim til ykkar að kaupa? Já, fólk kom heim til okkar og eða hitti á hann í ræktinni. Ok. Þannig að væntanlega ef hann að kaupa þetta í svona miklu magni, þá er það væntanlega verið að selja þetta í svolítið miklu magni líka? Já, hver og einn var að kaupa mjög mikið af því að sá aðili var að selja mjög mikið. Já, þannig að þetta, eins og ég segi, þetta var, auðvitað væri ekkert ánægð með þetta. Þetta fór alveg í taugarnar og mér fannst þetta, maður er ekkert öruggur með þetta allt saman í húsinu. Og maður veit að aldrei hvort að löggan komi og bara það að ég sé á staðnum þá er ég ekkert í góðum málum, sko. Þannig ég var alltaf mjög ósatt út í þetta en hann var rosalega stjórnsamur og hann gerði bara það sem hann vildi og maður, átti bara að sætta sig við það, sko. Komstu að þessu fljótlega eftir því kynntust eða kemstu að þessu eftir úr flutt inn til hans eða hvernig virkaði það? Já, náttúrulega, hann var ekkert að segja mér eitthvað, já, ég sést þér og okkur í byrjun, sko. Þetta var ekkert fyrir en ég kom þangað, sko. En þetta var, sko, náttúrulega voru ekki alveg bara kassar alveg út allt svona því ég kom, sko, þetta var alveg allt fínt og svona og það gemdi þetta bara svona einhverju skúffum og svoleiðis. Svo þetta aukið svona mikið? Já, þetta var mikið meira, sko. En þú segir að hann hafi verið að láta, að því aftur, ég er aftur bara eitthvað að hugsa Breaking Bad, sko. Ég er að hugsa versmiðurnar, sko. Því þú segir að hann hafi verið að láta framleiða þetta fyrir sig. Var hann þá að útbúa kokteilana eða? Já, þessi strákur var mjög klár. Þannig að sem er að vinna, eða sem Ritz var að láta framleiða fyrir sig, hann var að útbúa... Hann bjó allt til bara og var með öll tæki og tól og allt svo leiðis. Og gerði allt og, setti í flöskurnar og miðan á og allt þetta og... Þetta væntanlega að maður er að hugsa, sko, ef þetta er eitthvað sem að fólk er að sprauta inn í líkamann og þú ætlar að geta verið að selja þetta áfram, þá hlýtur þetta náttúrulega að þurfa að vera í lagi. Já. Þannig að einhvers konar versmiður hlýtur hann að hafa þurft að vera með til þess að framleiða þetta. Svo að sóttreinsunin væri í lagi og allt þetta. Já, þetta var mjög professional. Þetta var bara, sem maður viss alveg hvað hann var að gera, sko. Komst þú einhvern tíðan á staðinn þar sem var verið að framleiða þetta? Nei. Ég fór aldrei þangað. Nei. Þannig að þú eru ekki séð... Nei, en ég náttúrulega sá bara að þetta kom heim alltaf mánaðarlega, sko, þetta var ekkert smá mikið magn, sko. Það þurfti alltaf að fara í bankan og til að sækja þetta, en annars gemdi hann peninga út allt hús, hann var felandi þetta upp í ljósakrónunum, allstar inn í boxpúðunum úti og hann var búinn að segja mér, já, aldrei að grafa peninga, því þeir sko bara jörðin gleipir peningana, sko. Og ég var bara, og þetta var bara falið út allt, sko. Þetta var bara... Þetta var orðið, sko, bara aðeins svo mikið. Já, hvernig mitt, því væntanlega ef hann hefur keypt fyrir þetta, þá hlýtur hann hafa selt fyrir eitthvað talsvert mikið meira en þetta. Hlýtur að hafa lagt vel á þetta og... Já, hann var, eins og maður segir, hann var rosalega liquid. Hann var peningar allstar heima, sko. Hvernig virkar það þegar fólk koma með svona mikið að reiðu því að, þannig er gerfitt að koma sér inn í kerfið? Er gerfitt að reyna að þúa þetta einhvern veginn eða? Jú, hann alltaf gemdi þetta alveg út allt og svo leiðis og en hann var alltaf bara með seðlan á sér, sko, og borgaði alltaf bara með seðlum og hann alltaf eyddi rosa mikið af pening, hann var bara keypti sér það sem hann vildi og sagði bara keyptu, ef þarf þetta og þetta fyrir expóðu, bara ekkert mál og svo leiðis, en hann var svolítið í því bara að skammta peningana, sko, þóttu að við værum gift og allt það, þá var þetta bara, það var bara eins og ég væri bara eitthvað baby, sko, sem bara má ég fá pening, nánast, sko. Það leiðir eins og að vera aftur komin inn í einhvers konar svona stjórnsemis? Já, þetta var alveg 100% svolítið svo leið, sko. Okay. Þannig að alveg bara... En samt ekki sambarilegt við fyrir sambandið? Nei, að það náttúrulega, Ritz var ekkert með neitt líkamlegt ofbeldi en eitt svo leiðis, en hann var eins og hinn, var narsissist og var, mjög stjórnsamur og ætlaðist til alls, bókstaflega. Og bara var mjög erfiður, og ég náttúrulega elska hann af öllu hjarta og reyndi alltaf að gera þetta besta. Þannig að þetta var svona,
var oft mjög erfitt og sérstaklega eins og með verkjalyfjum svo þetta var, þú veist, hann var bara ekki orðinn sami, þú veist, eftir þetta allt saman og þetta var rosalegt álag, ég vann, þú veist, dag og nótt. Sami eftir öll þessi verkjalyf, eða? Já, því hann auðvitað tók stera allt, þú veist, obviously. Og en hann var náttúrulega ekki svona stór bara út af því, sko. Hann sprautaði í sig PMMA og silikoni í líkamann líka. Hvað er PMMA? Það bara svona svipað eins og silikon nema aðeins öðruvísi. Ég kann ekki alveg útskýra það, sko. Ég spurði þannig sé ekkert mikið út í það, sko. En það svona svipað eins og bara svona, þú veist, silikon svo með bara í sprautu og sprauta bara inn í líkamann, sko. Og ekkert í póka en einu svo leið, sko. Þetta bara svona efnis sem sprautar og hann sprautaði í, þú veist, yfir vöðvana og svo leiðis líka. Þannig hann var ekki bara að taka stera og til þess að vera stór, heldur hann var líka með auka sem lét hann líta út svona freaky looking. Einmitt, ennþá stærri. Já. Þannig að hann var bara rosalega ekstrím með allt. Það var bara svona allt eða ekkert. Var hann að sprauta þess í sig, þú veist, varst þú vitnaði eða þú veist hvernig? Já. Sprauta sig, var hann þá bara sjálfur að sprauta sig í sig? Já. Hann með þess að fekk fólk til að koma til sín til þess að því að það vildi að hann myndi sprauta silikoni og svona hjá þeim líka. Í framhandleggin eða kálfana eða eitthvað, sko. En hvernig þegar þú ert komin inn í hann heim og ert með honum og svona, treystaðist þú þá líka til að láta sprauta ykkur í þig? Nei. Það er bara ekkert svoleið, sko. Það er nú aðeins svo mikið að henni góða, sko. Þannig að hvernig, en þú veit, ég langar aftur að fara í þetta með einhvern veginn þessar steraversmið og þetta. Já. Þegar að, sko, hvað það sem gerist hjá fólki þegar þú komið með peninga út allt? Já. Og svona mikið reiðufé. Brenglar þetta mann, þú veist, að því venjulegt fólk kannski bara að vinna og færa ykkur laun mánuði, þegar eru bara peningar út allt. Já. Það hlýtur að hafa ykkur áhrif á hugafarið hjá manni. Já, þetta svona, þú veist, maður getur keypt sér hvað sem maður vill og gert hvað sem maður vill. Þetta svona allt öðruvísi, heldur en að vera bara vinnandi maður og þurfa svolítið að budgeta og svona hugsa fyrir peningum. Og þannig eins og ég segi, peningar voru aldrei vandamálið, sko, það var bara, þú veist, maður, þannig sé pældi aldrei í því. Manstu eftir einhverjum tilvikum þar sem að þið voru saman og þið eittuðu einhverjum bara rosalegum fjárhæðum bara á einu degi eða eitthvað? Hann var svolítið cheap, sko, ef við erum hreinskilin. Já, nýskur. Já, svolítið svona jóki með aðalönd, sko. Ok. Þannig að hann var ekkert bara, fór eitthvað að kaupa fullt og dóti bara just because, þú veist, hann keypti bara það sem hann þurfti og svo leiðis og hann var aðalega bara að nota peningana í, þú veist, að líta sem best út fyrir expoin og allt svo leiðis, sko. Og það sem hann þurfti fyrir fyrirtækið og allt það. En síðan bara sat hann á þessu, sko. Og þú veist, og var þetta alltaf meira og meira? Já, þetta var allt bara eitthvað voðalega skrítið, þú veist, en auðvitað náttúrulega, þú veist, ef maður þurfti á einhver að halda á svo list, þá var hann bara, ekkert mál, þú veist, en hann var ekkert að eyða neitt óþörfu, sko. Þetta var allt eitthvað voða mikið að passa upp á peningana, sko. En hvað með einmitt, bara, nú er þetta náttúrulega góð lólulegt, hvað með, þú veist, voruð þið ekki hrædd bara, þú veist, þú ert að vesenast með svona mikið magna styrum og síðan peningum og eitthvað, verður fólk ekki aftur orðið paranoid, verður maður ekki hræddur að bara það sé einhver að skvíla eða löggan sé að koma eða... Jú, hann náttúrulega var paranoid fyrir, sko, en síðan náttúrulega bara að vera á öllu þessu verkjalyfjum og öllu bara, þetta náttúrulega var bara verra, að þá var hann orðið rosalega paranoid og stundum var hann bara út í glugga, heila hálfu næturnar, bara það er einhver fyrir utan, þú veist, og alveg í paniki, ég get bara svarið að löggan búin að setja þetta úti í nokkur dag og ég alveg bara, þú veist. En varst þú ekkert smeykum að löggan kemi? Jú, ég bara var náttúrulega ekki í svona rosalegri paranoid eins og hann, sko, þú veist, ég var bara meira svona, auðvitað hafði ég áhyggjur, en en ég var nú ekki alveg hangandi út í glugga alla nætur, sko, því þetta náttúrulega bara, þú veist, ef það myndi gerast þá ekki gerast það, þú veist, það er ekkert sem ég get gert í því. Nei. Og ekki eins og ég gætt breytt einu en einu, hann alltaf réð öllu. En hvernig aftur með siðferðiskend og svona, þú veist, að þegar þú kannski, ef þú hefði vitað þegar þú varst að byrja með honum, ef þú hefði vitað þá hvernig þetta síðan orðið með styrana og peningana og eitthvað svona, gerist þetta smátt og smátt að maður svona einhvern veginn manni fyrir að finnast þetta bara eðlilegt?
Já, ég myndi segja það, því ég svo ekki svona, sko, þú veist, þetta, I'm not about that life, skulum bara orða það svoleiðis, en jú, maður venst þessu, þú veist, fyrst var ég náttúrulega bara, þetta grínast í mér, hvað ég komin í núna, alveg bara önnur súpan, sko, og þannig að jú, maður venst þessu, þú veist, þetta bara svona, þú veist, þetta allt saman, þú veist, þegar maður var að koma alltaf stjarana og fólk alltaf koma að kaupa og svoleiðis og þetta var bara eins og ekki neitt, sko, maður var orðinn svo vanur þessu, sko, þannig að þetta var bara, þetta venst. Er eitthvað í kringum þetta svona sem að, þú veist, að því aftur, þetta er svona heimur sem þú hefur kannski fengið að sjá hluti sem fæstir fá nokkuð tímann að sjá, þetta er svona eitthvað sem maður sér í bíómyndum, sko. Var eitthvað meira sem fylgdi sem þú segir, þannig að einhverju menn komnir allt í hennu brjótast inn til eitthvað og taka eitthvað peningaskáp, var eitthvað meira svoleiði, svona eitthvað glæpadót eða ofbeldi eða eitthvað svoleiðis, eða? Það náttúrulega, það var brotist inn að það og síðan var brotist inn aftur og ég náttúrulega fór í þvílíkt og við fórum ekki svona úr borgin en eitt svolítið við fórum bókstaflega bara niður í bæ og komum síðan aftur eftir nokkar tíma og þetta bara og sáum hvað gerðist og það var tekið rosalega mikið af peningum og verðmætum þá og og við alveg bara eftir að grínast í mér og ég var alveg bara hingað ekki lengra ég get ekki búið af því að maður var orðinn svo stressaður og maður var svo hræddur hvað myndi gerast þú veist, ég hef ekkert hugmynd hvort þetta væri eitthvað sem myndi bara koma og drepa mann sko. Þannig að ég var bara, ég get ekki búið lengur ég er bara hrædd líf mitt þannig að og við vorum akkurat á þessum tíma þá var mamma í heimsókn og við vorum að fara í á Arnold í Ohio, Arnold Classic í Ohio og mamma ætlaði að passa hundana og hún alveg bara ekki séns að ég sé að fara að vera í þessu húsi ein þannig að við fengum vopnaðan mann til að koma og vera hjá henni og en hún hafði náttúrulega rosalegar áhyggjur þótt að maðurinn var með byssu og allt sko og hún greið svaf ekki svona á nóttunni sko, hún var svo stressuð, hún var bara Þetta er svona ég get ímyndað mér þetta sé svona líf sem þegar þú ert búin að vera í þessi ákveðin tíma þá ertu bara einhvern veginn orðin samdöðinu svo vanur sem síðan kemur einhverju svo mamma þinn ný inn í þetta þá náttúrulega er þetta bara allt öðruvísi. Já, hún var alveg bara, þetta var ekkert smá stressu sko, henni fannst þetta náttúrulega bara hræðilegt En talandi þú segir maður með byssu að því nú náttúrulega byssueign í Bandaríkjunum rosaleg Já Hvað með eins og hann og ykkur, voru þið þá ekkert með byssu á heimilinu þegar sérstaklega eftir þið eru búin að lenda í einhverju svona? Jú, hann var með, gekku með byssu á sér og að því hann var hræddur hvað myndi gerast. Og alltaf fyrst vorum við ekkert viss hver þetta var. Nei, mitt. Þannig að við vorum bara að búast við því versta, bókstaflega. Þannig að en síðan komumst við að því og svoleiðis. Og þegar náttúrulega líka við vissum loksins hver þetta var og vissum hvað hann gæti gert að þá náttúrulega vorum við alveg með varan á. Gekk með byssu á sér, hann er ekki bara með hann heima? Nei, var með hann alveg í bílnum. Hvað, bara skambyssu og... Nei, bara með svona glokk, bara svona venjulega. Þannig að Það er nú enn eitt sem að því þú sagðir að ástandi í Bandaríkjunum hefði verið skrítið. Það er annað sem er svo skrítið fyrir okkur, sko. Það er allir þessi rosalega byssueign. Já, það er mjög venjulegt að eiga byssu að núti, sko. Þannig að, og Íslandi náttúrulega má ekki neitt, það er allt bannað. Já, einmitt, það er náttúrulega hinn endinn, sko. Já. Það er hinn endinn. Já, þannig að þetta er svona mjög öðruvísi. En á hvaða punkti, að því að, einmitt, þetta var mikið í fjölmiðlum. Já. Svona, og það komið stundu fréttir á Íslandi þegar þeir voruð gift og svona af lífin eitthvað og þetta virkaði allt rosalega svona fancy. Já. Já, út af við. Já. Er byrjað að, þú veist, á hvaða punkti skiljiði síðan að hætti saman? Hvað voruð þið þá búin að vera lengi saman? Herri, það var, 1,5 ári eitthvað svoleiðis. Það var nú ekki lengra en það, sko. Og hvað var það þá? Bara byrjað að fjara undan þessu eða? Ég ætta bara, þú veist, hann var orðinn rosalega erfiður og maður var vinnandi, þess að segja, 24 tíma sólarhringsins. Það var rosa mikið álag að sjá fyrirtæki og gera allt og ferðast og maður þurfti náttúrulega bókstaflega bara að vera perfect alltaf og þetta út af við það? Já, út af við, sko. Og sér, þannig að þetta var rosa mikið áreiti og
alls þess að við fórum út og svona, þá vissi allir hver hann var og vildi taka mynd og svoleiðis, hann gæti ekki svona fara út á bensínstöð. Þannig að þetta var bara allt of mikið, allt saman. Þegar þú segir sjá fyrirtæki, var þetta fyrirtæki svona stórt og mikil velta og... Já, þetta var sem sagt, þau voru alveg halinn alveg $1 million á mánuði, sko. Fæðubótaefni eða? Já, og föt og okkur svoleiðis. Og þetta var náttúrulega allt bara út af hvernig, að því hann var svo góður að selja, þú veist, og hann náttúrulega bara seldi þetta út á bara hver hann var og allt þetta, sko. Og hann var alveg snillingur í að fá fólk til að kaupa og gera eins og hann, sko. Hann var bókstaflega bara með, þú veist, cult following, sko. Hvað með þegar þið síðan skiljið? Átt þú þó ekki að fá eitthvað sem peningum öllum með það? Svo það oftast, en ég náttúrulega labbaði burtu með ekki neitt, nema bara föti mín, dóti mitt og hundana. Af hverju? Af því að, eins og ég sagði við hann fyrst, þú veist, ég vildi aldrei neitt. En hann trúði mér ekki, þú veist, af því hann var ógeðslega paranoiður fyrst því ég kynntist honum. Þannig að það var ekkert nýtt, sko, en síðan bara náttúrulega bara versnaði það. En ég bara vildi ekki neitt, þú veist, og bara, ég bara svoleiðis. Ég ekki manneskja sem nota fólk og hef aldrei verið. Þú veist, og síðan vera að væna mig þjófnað og okkar og það er náttúrulega bara alls ekki satt, sko. Þannig að þetta er bara búið að vera rosa leiðilegt, sko. Hvernig síðan, að því svo deyr hann, hvernig þegar að, þú veist, að því, eins og segi, bara allt þetta sem við erum að tala þú ert ennþá mjög ung kona, sko. Já. Þú hefur upplifað mikið. Já. Hvernig það að jafnvel þú þessi búin að skilja, þá það væntanlega samt ákveðið sorgarferli að... Já, það það, því náttúrulega þetta var orðið bara svo rosalegt þarna í endan og þú veist, eins og ég segi, þú veist, maður var vinnandi mjög mikið og ég var alltaf að filma allt fyrir hann og þurfti síðan að edita og þú veist, og þetta maður var vinnandi alltaf, sko, og síðan bara rétt svona að maður sofa og sáttum maður með svefn, þannig maður var farin að taka svefntöflur og síðan var maður svo út úr stressaður út af því að hann ætlaðist til allsamanni, bókstaflega, og hann var alltaf erfiður að eiga við, þannig að maður var farin að þurfa að taka róandi á daginn. Hvernig er róandi? Hvernig er róandi? Bara einhverjar... Xanax. Kvíðatöflur? Já. Fyrir, þú veist, panic attacks og svoleiðis. Að það stundu var þetta bara svo mikið að maður bara, þú veist, var bara leið bara eins og maður var að deyja, sko. Maður bara gæti ekki andað, þungti við brjóstkassanum, bara, þú veist, þetta var bara svona eins og típist panic attack, sko. Bara... Xanax er náttúrulega eitthvað sem maður heyrað oft frá Bandaríkjunum, veist, einhvern veginn, þessu ekki margir sem takið það hér. Nei, ég held að það sé ekki hér, sko, ég held að sé einhver önnur leif hérna, sko. Þannig að þannig að þetta var orðið bara allt saman of mikið og þú veist, við vorum að rífast mjög mikið og það var alltaf eitthvað og aldrei neitt nógu gott og þannig að þetta var allt saman bara komið út í algjöra steypu og síðan alltaf var hann ekki á góðum stað og síðan áður maður vissi af varum að fara að taka verkjalyf líka og svoleiðis, þannig að þetta var bara, þú veist, hringavitleysa, sko. Hvað er þessi verkjalyf? Hvernig verkjalyf, eða því þú veist, eru það þessi morfínskyldu lyf, eða? Já, bara Oxycontin. Já, Oxycontin, sem þetta svona, þannig að þetta er svona alræmdast það fentanyl sem er að drepa fólk, en Oxycontin einmitt, ég rætti aðeins við herra Hniddursmjör þegar hann var hérna hjá mér, sko. Já. Þetta er svakalega ávanabindandi lyf. Þetta er alveg hræðilegt, sko. Mannskemmandi, sko. Þannig að þetta líka bara breytir fólki svo rosalega og þetta er, eins og þú segir, svo rosalega ávanabindandi og bara þegar þú reynir að hætta að taka þetta, þá ertu bara í svo miklu frákvörum að þú ert bara svitnandi og bara, þú ert bara, fárveikur og þeir eru svo kalt eða heitt til skiptis og þetta er bara, þú veist, hræðilegt og eins og ég segi, það er mjög auðvelt að verða háður þessu og... Hvað heldurðu, veistu eitthvað hvað það var sem að dróa hann á endanum til dauða? Af því að nú alltaf svona margt í lífstílnum kannski sem svona gæti spilað inn í. Hann alltaf lifiði alls ekki heilbrigðum lífstíl, þú veist, að neinu leyti. Hann hugsaði, að leit út fyrir að hann hugsaði vel um sig, en hann gerði það ekki. Og sem sagt, það er náttúrulega dánarorsökin eru undetermined ennþá og því það er investigation í gangi og það er bara verið að fulla að komast að eitthvað gerðist, hann bara hneig niður so they say
og kærastan sem hann var með þá sem sagt, í stæði fyrir að hringja á 911 strax. Akkur það so they say? Það verið að rannsaka þetta. Já, þú heldur að sé hvað... Við heldum að þetta sé foul play. Sem sagt ég og mamman. Mamma hans. Að hvað leiti það? Bara að þær hafa reynt að koma honum í gröfuna. Hverjar? Sem sagt Chanel, sem sagt fyrirverandi sem var með Ritz á undan mér en síðan var hún bara mætt heim til okkar bara sömu viku og ég fór. Því hún náttúrulega var bara notan alltaf. Og og hún hefði þá stað á bakvið þetta til þess að fá peningin eða? Stuði bara ég held það, en hún bara bara svona eina af þessum stelpum sem bara nota aðra, sko. Og og nota það að hann hefði verið að borga allt fyrir hana. En og síðan hinn konan Jane, sem sem sagt, fyrirverandi konan hans Ritz, og þau voru saman og gift og allt alveg í 12 ára eða eitthvað, þegar þau voru yngri. Hún sem sagt vann sem his personal assistant þegar ég kynntist honum, og hún þess að bjó inn á honum, og ég vissi ekki sem strax að hún væri fyrirverandi konan hans. Það var ekkert verið að segja mér það var bara, þetta bara, it's my personal assistant, og ég bara, okay, she seems nice. Og sér komst ég að því og ég var bara, af hverju var ekki verið að segja mér þetta, þú veist. Og og þau voru alltaf að rífast eins og hundur og köttur, og það var bara svona eins og þau væri bara systkini eða eitthvað, þú veist. Og þannig að það var allt saman bara rosalega skrítið, og hún var alltaf bara svona þriðja hjólið í þessu sambandi. Og var alltaf með puttan í öllu og stjórn öllu og svoleiðis, og síðan þú veist, fannst mér þetta bara orðið gott, og þannig að hann lét hana bara flytja til Flórida því að fyrirtæki var beisað í Flórida, sko. Var þetta langt ferli þegar þið hættið síðan saman? Þegar gerist það hratt bara? Þegar við hættum saman? Já. Nei, svo veist, hún fór og síðan byggum bara við þarna í LA, sko. Og hvenær var þetta? Hún fór bara nokkrum mánuðum eftir að ég kom, sko. En þessu nokkrum mánuð liði bara... Hvað með eftirmáluna þessu, að því að ég minn eins og segir, einhver staðar eru bæði náttúrulega fyrirtæki hans mikil velta á væntanlega peningu þar, og síðan líka allt þetta reiðufé eitthvað. Hvað verður þetta núna þegar hann látin? Jane tók þetta allt saman. Hvað fyrirverandi konans? Já. Hún var alltaf bara, þú veist, á missjónu bara að koma mér í burtu og bara losa sig við mig. Og hún dróð mig til hliðar þegar við vorum bara búin að við vorum nýgift, og þá var hann bara dróð mig til hliðar rétt fyrir Expo og sagði við mig þú veist að hann mun ekki vera langlífur. Hann mun, þú veist, vera farin innan 5 ára og ég skal sjá þig og þú veist, I'll take care of you, þú veist, þegar hann fer. Og ég hugsa með mér, af hverju hún að segja eitthvað svona? Þú veist, bara ekki lægi eða, þú veist, vorum að gifta okkur. Þú veist, og hún bara var alveg bara 100% á því hann ekki langlífur. Og hún ætlaði bara að sjá mig. En það var svona fyrsta sem ég var svona, þetta nú eitthvað skrítið við þetta, sko. Þannig að hún, eins og segja, var alltaf með puttun í öllu, stjórnaði öllu, og var bara, hún var alltaf svona einhver rödd í hausnum á honum til þess að reyna svona. Hvernig þegar þú ert inni í þessu, að þetta svolítið svona einmitt, þetta líf sem ólíkt bara einhverju svona hefðbundnu IKEA-lífi á Íslandi, sko. Hvernig að því svo voru að birtast fréttir að þessu stundum í fjölmiðlum, ert þú þó bara einhvern veginn komið það mikið til Bandaríkjanna og það, eða varstu stundum eitthvað að hugsa hvað ætli fólki á Íslandi finnist þessar fréttir sem að birtast af mér og okkur? Ég var þannig sé ekki að pæla neitt mikið í því, sko. Af því að hans svona hugafar var alltaf bara svona, hún var alveg saman hvað fólki finnst. Og ég svona smitaði svona smá af því, þú veist, þá, svona bara svona whatever, þú veist. Og ég hugsaði bara svona, þú veist, ég veit alveg hver ég er og... Á hvaða punkt það að því, eins og sagðir, byrjunin á viðtalinu og talar að þið finnist það að verið svona mikið talað þið á Íslandi og svona verið á milli tannan á fólki á þess að þú á hvaða punkt það þá sem þið finnst eitthvað svona eitthvað nasti verið að birtast þig eða fólk að segja, það þarna eða var það fyrr eða eftir það var þetta? Eftir, og það var svona þegar ég var búin að fara í burtu og þegar ég sagt, var að sjá greinarnar og allt svoleiðis að ég væri bara búin að ég hefði stólið af honum, að ég hefði bara verið honum fyrir grænakortið og okkur svona sem bara alls ekki satt, sko. Ég meira þess að skilaði grænakortinu mínu
núna. Ég sagði bara við immigration lögmannum minn, ég sagði, ég nenni þessu ekki. Bara, gjör svo vel, þú veist. Ég hef alveg getað haldið í það, léttilega. Bara hef ekki áhuga á því. Þannig að þú ert ekki lengur með grænkorti? Nei. Hvað voru, því ég man, er það ekki rétt hjá mér, ég man ekki eftir að hafa séð viðtal við þig, eitthvað svona alvöru stórt viðtal á Íslandi? Nei. Er ekki oft búið að biðja um þannig viðtölu? Jú, það er búið að Íslandi í dag og einhver aðrir hafa verið að spyrja. En ég vildi bara koma í viðtal til þín, því við vorum búin að tala um það. Þannig að þetta verður fyrsta og seinasta viðtalið sem ég tala um þetta. Að því ég bara, þú veist, mér langar bara svolítið að hreinsa ýmislegt sem er búið að vera að segja og svoleiðis og þú veist, mér finnst bara rosalega leiðilegt að fólk sé að halda eitthvað sem er ekki satt. Það veit ekki alltaf söguna. En þú ætlar að búa á Íslandi og Íslandi er náttúrulega lítið land og svona, þá hlýtur náttúrulega að vera einhvern veginn hlýtur að skrýta einhvern veginn að labbum og hugsa það sé mikið af fólki sem haldi og hugsa eitthvað um hann en maður hefur aldrei tjáð sig kannski mikið sjálfur. Já, ég er svona pæli, þannig sé ekkert svona alltaf mikið í þessu sko. Ég bara náttúrulega er búin að vera svo mikið að læra á svoleiðis og ég er ekkert mikið að fara og gera neitt nema bara að vera í búðuna á svoleiðis. Síðan náttúrulega er allir með grímur og svoleiðis og það þekkir engin neitt sko. Þannig að það er kannski svona fínt bara núna. En því nú er kannski auðvelt ef maður vildi vera einhvern veginn svona gagnrýnin og segja, þú veist, þú ferð inn í sambandi með Rich Piana. Þú veist, það er svona margt sem svona bendir til þess að þarna sé eitthvað shaky í gangi. Já. Líður þér eins og kannski einhver skekkja hafi myndast hjá þér eftir fyrsta sambandið þitt? Já, alveg klárlega sko. Þetta er náttúrulega tók rosalega á mann og svoleiðis og ég bara skil ekki hvernig, að því ég var búin að ræða þetta allt saman við Rich hitt og þetta til þess að koma í veg fyrir að þú veist að ég myndi enda í einhverju svona kliksambandi aftur sko. Og síðan alltaf bara áður maður veit af, þá er maður allt í henni bara að byrja, hvað er í gangi hér? Þú veist, hvað bara, Þannig að jú, þannig að þetta var bara, þú veist, þetta bara gerðist og svona er þetta bara, og you live and learn, sko. Þannig að það er náttúrulega bara, þú veist, ég sé ekki eftir neinu, þú veist, þetta bara kennir manni í lífinu. Ég ætla að spyrja um það, því að væntanlega, sko, því við erum að tala um svona, þú veist, einhverja erfiðhlið, væntanlega hlýtur líka að hafa verið mjög gaman og Já, það var oft mjög gaman hjá okkur og bara þú veist, það var alltaf, þegar það var gott hjá okkur, það var rosa gott og þegar hann var skemmtilegur, þá var hann ógeðslega skemmtilegur. Ég meina, það var einhver ástæða að fólk fílaði hann. Þannig að en síðan svona inn á milli þegar hann var erfiður, þá var ég bara, heyrðu, einhver bara að drepa mig, sko. Þú veist, það er erfitt að díla við svona menn. Þannig að En er eitthvað partur af þér sem er, þú veist, þú sagðir á hann, I'm not about that life, ef ég mann rétt. Já. Er eitthvað partur af þér sem ásamt erfitt með að bara fara inn í eitthvað svona venjulegt líf eftir að hafa verið í svona? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Það sem ég er, þú veist, var nú meira fyrir svona materialistic things því ég var yngri, en maður hefur lært bara rosa mikið af öllu og ég er bara rosa þakklátt fyrir bara að vera með þak yfir höfuðið og líða vel og vera heilbrigð, sko. Þú þráir kannski bara venjulegt líf? Ég held það, sko. Það er eitthvað venjulegt, sko. Þetta er búið að vera svolítið skrautlegt, sko. Búin að fá æviskammtina drama? Alveg fyrir, sko, nokkra lífstíðir, sko. Það komið gott, sko. Þannig að nei, eins og segja, þetta var mér er bara rosa fínt að vera komin til Íslands og svona og þótt þetta hafi verið gaman og erfitt líka og svona það var þetta bara upplifun, ég lít bara á það svoleiðis að því þetta að vera að væli yfir þessu, sko. Nei, mitt. Þannig að það er bara leiðilegast við þetta er að fólk, þú veist, er að draga einhver ályktanir og halda einhverja rangar hluti að því ég hef ekkert verið að koma fram og segja eitt eða neitt. Nei, mitt. Að því að, þú veist, ég hefði léttilega getað farið og drulla alveg, þú veist, yfir Rich og fyrir allan peningin og eyðilagt hans mannorð og alls konar, sko. En það er bara ekki manneskjan sem ég hef að geyma. Hvaða augum lítur hann núna? Ég meina, nú er hann alltaf látinn og svona, þú veist, hugsaðu með væntum þig til hans? Eða? Já, þegar ég var að fara frá, sem sagt, Kaliforníu, þá fór ég upp á leiðið hjá honum og ég, þú veist, talaði við hann og ég fyrirgaf honum og bara, þú veist, rætti við hann smá og sagði bara, þú veist, þetta er allt í góðu, ég fyrirgef þér og bara, þú veist, takk fyrir góðu tíma saman og þú veist, og takk fyrir all the lessons, sko. Þannig að þetta var svona bara þess að loka þeim kafla, sko. Þannig að já, þú veist.
Hvað með að vera komin núna til Íslands eftir öll þessi ár? Hvernig leggst það í þig að vera einhvern veginn bara svolítið, svona einhvern veginn, eftir allt þetta ferðalag, einhvern veginn að byrja bara svolítið á núllpunkti? Já, þetta búið að vera, eins og ég segi, bara, ég rosa glöð að vera komin og svona, en síðan náttúrulega eftir allt þetta fjarsko með Ritz, þá náttúrulega kom annar kafli inn í málið. Það var annað sambandið, sko. Það var náttúrulega líka erfitt. Það var náttúrulega líka erfitt, sko. Og það var alveg 4 ár, sko. Þannig að það var náttúrulega samaður, var mjög þunglindur og var að glíma við ýmislegt sjálfur, sko. Og var náttúrulega bara fyrst sem vinur minn og kom til að styðja mig því ég var loksins komin frá Ritz, sko. Og síðan bara allt í einu áður ég vissi að þetta var komið í samband, sko. Og og já, þannig að maður var náttúrulega að díla við rosalega veikan mann og þunglindan og hann, þú veist, var sofandi í rúminu í marga vikur og, þú veist, kom engu í verk og það var bara mjög erfitt. Og og ég var alltaf á þeim tíma var sjálf rosa mikið að díla við bara það að hafa farið frá Ritz og var að díla við allan haturinn og allt yfirdrullið og bara það að fólk var að segja að ég væri, þú veist, góldyggur og ég væri svona hinsegin, ég hef bara verið að nota hann og okkar. Þegar, þú veist, ég fór bara frá Ritz út af því að, þú veist, hann vildi ekki hjálpa sér sjálfur. Hann vildi ekki, þú veist, hann bara sá ekki vandamálið, þú veist, hann var bara erfiður og vildi ekki taka á einu en einu. Og, þú veist, þú getur ekki hjálpa fólki sem vil ekki hjálpa sér sjálft. Þannig að, þú veist, á endanum var ég bara, þú veist, það er bara best að ég fari. Þú veist, því miður, ég elskaði hann út af lífinu og allt það, en ég hugsaði bara, það er bara best að ég fari bara. Það var mjög erfið ákvörðun að þurfa að fara frá Ritz. Sérstaklega að vera svona í sviðsljósinu. Þannig að ég vissi að þetta ætti eftir að vera eitthvað Meinarðu af því að hann er vinsæll og þá sé erfitt að þá fór þú yfir þig neikvæðina því þú fer frá honum? Nei, bara út af því að líf okkar var svo mikið fyrir alla að sjá. Þetta var bara, þú veist, okkar líf var bara, þú veist, bara það voru allir að fylgjast með. Já. Var því, nú mann ég þetta ekki, var lífið ykkar bara dálítið svona eitthvað svona raunveruleika sem bara mikið verið að mynda og... Já, það var verið að mynda allan sólarhringinn. Og við fengum þess að það var einhver stöð sem vildi fá okkur í raunveruleika, þú veist, að búa til alvöru sjó. Hvað voruð þið með myndatökum en bara með ykkur? Nei, þeir vildu gera sjó, en við vorum bara svo upptíkin. Nei, ég er að meina bara... Venjulega. Já, ég var að filma allt, Þú varst að filma allt? Ég var bara í fullu jobbi, sko. Hvað, bara setja á YouTube og samfélagsmiðla og... Já. Ok. Ég var að filma allt og gera allt og þetta var náttúrulega, þetta er rosa mikið, sko. Þannig að, og maður var bara búin á því, sko. Hvernig er að vera með, eitt er að vera, ég held að meðalmaðurinn í dag sé að eyða of miklum tíma á samfélagsmiðlum, en það er alveg annað level fyrir ofan þegar að lífið þitt er einhvern veginn bara svona mikið til sýnis. Hvernig er það? Það er rosalega óþægilegt. Þetta er sko, að því ég er svona, getur verið svolítið svona private manneskja, sko, og eftir að hafa verið með honum, þá var maður bara svolítið vanur því að, þú veist, það voru bara allir að fylgjast með, vissi allir bara hvað var í gangi og það var allt eitthvað opið og svona, bara inn í lífmanns. Þannig að, þú veist, maður var vanur því bara eins og allir öðru, sko. Þannig að, en þetta er rosa skrítið og þetta er, manni finnst að það er rosalega svona pressa á að vera alltaf bara 100%. Af því það eru, eins og maður segir, allir alltaf að horfa. Þannig að, þetta er nú ekki lífið sem ég myndi nenna. Þú veist, mjög lengi, sko. Nei. Þannig, en þetta var eins og segja, var skemmtileg upplifun og svo leiðis, en þetta er mjög erfitt. Þetta er mikið erfiðara en fólk gerir sig grein fyrir. Og síðan allir eru að kommenta á og allir hafa eitthvað að segja, sko, og síðan alltaf, þú veist, tekur fólk eftir, sko, smáaturinn í bakgrunnum, sko, þetta er alveg svona slæmt, sko. Hvernig varst allan tíman og meðan þú varst úti, með ákveðið bakland í vinum og fólki hérna á Íslandi, einhverjum bara fólki sem þykir vænt um þig og þekkir þig, sem var þó kannski svona með eitthvað mótvægi eða það var eitthvað verið að segja eitthvað erfitt? Eða? Nei, ég sko misti rosalega bara samband við mjög marga því ég fór út, sko. Og líka þessu rosalega tímamismunur. Þannig að maður reyndi að tala við einhver svona af og til, en þegar ég var með Ritz, þá hafði maður bara ekki tíma í eitt eða neitt. Nei, ég skilji. Það bara... Hvernig er það þá núna? Þú ert komin heim aftur, ertu búin að heyri gömlu vinuðinum? Já, alveg klálega, en síðan allir er fólk svo ofsa hrætt núna með þetta ástand. Já. Að það vill enginn hitta og gera eitt eða neitt. Þú veist, þannig að ég er bara búin að vera að læra.
Hvernig gengur? Bara rosa vel. Og heldur sérðu þið fyrir þér bara sem hjúkrunarfræðing? Já, alveg klálega, sko. Bara rosa spennandi, sko. Hvað með þetta þú sagðir með að eina ástæðan fyrir færi hjúkrunarfræði væri að þið svona langa að hjálpa fólki. Já. Heldur sú tilhneiging hafi kannski farið of langt inn í samböndunum? Alveg klálega, sko. Alveg klálega, sko. Þannig að Það þekkt held ég hjá báðum kynjum að vera með svona ákveðna skekkju í því að vera að reyna að bjarga fólki. Já. Þetta er svona lyktar svolítið að því að maður horfir á þetta utanfrá. Þetta er svolítið svoleið, sko. Maður er alltaf, heldur maður geti hjálpað öllum, sko. En og ég náttúrulega fór bara í bara öll þessi mission sem voru bara impossible, sko. Þannig að nei, þetta er svona, þú veist, svona er þetta bara og maður, þú veist, var bara að reyna að hjálpa og gera gott og tók bara vitlausa ákvarðanir og svoleiðis og svoleiðis er það bara. Nú ertu svona frekar nýlega komin heim, hvort hún verið inn? 2 mánuði, hlust? Já, eitthvað svoleiðis. Hvernig, þú kannski það nýkomin inn að þú sérðu þið fyrir þér eitthvað til hann fara aftur til Bandaríkjana eða heldur að þeim kafla sé bara lokið? Þeim kafla er bara lokið. Ég þarf bara að fara út til að sippa dótinu mínu heim. Það er það eina, sko. En nei, ég er ekkert að fara að flytja þangað aftur. Hvað myndir þú segja? Ég spyr fólk oft í lokin, hvaða ráð það myndi gefa sjálfu sér ef þú verður að tala núna bara við unga og útgáfa sjálfur þér, komið með allar reynsluna sem þú er komið með núna. Hvaða ráð heldur þú myndi gefa sjálfur þér? Það er góð spurning. Guð. Og kannski bara hvaða leksíur þið finnst þú verið búin að læra á bara þessari vegferð? Ég er alltaf búin að læra svo mikið, sko. En margir eru bara þannig að þú þarft bara þú þarft að gera mistökin til að læra þeim. Sumir eru bara svolítið svoleiðis. Og ég var svolítið svona ein af þeim. Já. Þannig að, það var hægt að ráðleggja mig fyrir allan peningin, en ég þurfti bara svolítið að læra á hlutunum sjálf. Já, einmitt. Og stundum gerast mistökin bara aftur, þá maður bara virkilega læra þau. Þannig að maður það bara að vera, passa sig og passa sína, sál og líkama og bara, og reyna svolítið að koma í veg fyrir að vondur hluti gerist, en það er náttúrulega, sem að segja, er ekki hægt, sko. Hlutirnir gerist alltaf ástæðu og hlutirnir fara eins og þeim ætla að fara og svona, þannig að já, eins og ég segi bara live and learn, sko. Live and learn, það er ekki ágætt lokaorð bara? Jú. Er eitthvað sem við ættum að fara yfir? Maður sjá, veit það ekki, en annars bara eins og segi bara, langaði bara svolítið að hreinsa þetta allt saman með, allt þetta yfir drull og allt þetta og bara það, hvað maður þurfti að gangi gegnum með þetta allt saman, ég fekk svo mikið af lífslátshótunum. Líflátshótunum? Líflátshótunum, já. Já, fullt af þeim. Og þetta náttúrulega var bara rosalega erfiður tími þarna því ég var með honum Chris, sko. Þetta var bara, ég var ekki bara að díla við, sko, hann sem veika mann og síðan fekk hann 2 hjartaáföll og ég náttúrulega gat ekki labba í burtu frá honum þá. Og en líka bara það, að díla við allt og alla, og það var búið til petition og allt online og maður reyna að henda mér úr landi og því ég væri bara svona hinsegin og ég væri bara, manneskja sem stelur og... Hvaða fólk er það þá? Bara alls konar, haters og bara þetta cult following sem var á eftir honum Rich, sko, sem bara gerði og sagði eins og hann sagði, sko, en þetta kemur náttúrulega allt frá henni Jane, sko. Hún hefur bara haft, augun á peningunum og allt það og var bara að reyna að losa sig við mig og gerði allt sem hún gat til þess að láta mig líta sem verst út svo ég yrði vondikallin en ekki hún. En það er investigation í gangi og að því hún náttúrulega, hún falsaði erfðaskrána og allt, sko. Og að því hún ætlaði sér bara að fá allt. Og hún tók allt. Átt þú að vera í þessi erfðaskrá? Nei, þessi erfðaskrá, hún bjó hana til en lét þetta líti út eins og hann bjó hana til. Hann var búinn að segja við mig að hann vildi ekki neina erfðaskrá eitt en svoleiðis. Við vorum búin að tala þegar við myndum eignast krakka þegar þetta bara svona einhver svona sjóður sem myndi vera settur upp ef hann myndi falla frá. En hún var bara með þetta evil plan alltaf og hún ætlaði sér bara að fá þess að var sitt. Og þannig að þetta var bara svona rosalega, hún ætlaði sér bara að koma mér í burtu því hún vissi að ég væri svo sem hafði stjórnina og gæti tekið allt þegar ég tók ekkert.
og ætla ekki að taka neitt. Þannig að ég að hjálpa mömmu hans að gera þetta investigation og bara, þú veist, það er búið að sanna það að hún sem sagt falsaði undirskriftina á þessari erfðaskrá og það bara verið að koma inn í jailið, sko. Það bara svolítið svoleiðis. Þannig að, þú veist, sannleikurinn kemur alltaf á yfirborðið og, þú veist, þegar hann féll niður, hann Ritz, þá, sem sagt, var, hringdi, sem sagt, síðan hann fyrst í Jane og síðan 30 mínútur seinna hringdi hún þarna á 911, þú veist. Þannig að þetta allt eitthvað voðalega fishy og, þú veist, það ekki allt eins og það á að vera, sko. Og það eins og segja... En þú vilt ekki bara skilja þennan kafla bara eftir og hérna... Þú veist að ég þykir svo vænt mömmu hans og ég bara að reyna að hjálpa henni að bara fá að vita hvað gerist fyrir son hennar. Og það bara mitt mission, bara að hjálpa henni með það. En annars, burtið frá öllu öðru, þá ég bara, þá sá kafli búinn. Alveg, sko. Og leggst þessi næsti kafli í því núna vel? Mjög. Bara rosa spennt að vera komin hingað og bara, þetta alveg æðislegt, sko. Alveg æði á öllu leiti, sko. Þannig að... Takk fyrir að koma í þáttinn. Herru, takk fyrir að hafa mig. Æði. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það auðvitað þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mig langar að biðja ykkur, það verið rosa vel þegið, að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.